Í predikarunum 4.12 stendur meðal annars þrefaldan þráð erfitt að slíta umorðað. Já. Meinandi það að það og í sama texta stendur að lefum bara fara rétt með þetta hérna. Ef einhver ræðist á þann sem einn, þá muni tveir geta veitt honum mótstöðu. Það er betra að vera margir heldur færri. Já. Við þurfum ákvæmt að halda og loka ára okkar stutt af því að við í rauninni höfum mjög litla að bæta við það sem við höfum sagt í innganginum og í hlutunum sem við höfum byrt. Við viljum skora á þig og hvetja til þess að horfast í augu það að þú getur þetta ekki einn. Það er kjaftæði að trúa því að þú þurfir ekki á öðrum að halda. Þú þarft að auðmýkja þú þarft að viðurkenna og þú þarft aðra og ef þú finnur það þá hvetjum við til þess að biðja Guð að gefa þér vini, vertu vinur sjálfur og leitast eftir og treystu Guði að hann mun sjá fyrir þér. Já, og við vitum það að það er erfitt að fara á stað, það er erfitt að taka fyrsta skrefið, en eins og við tölum og þá er það bara að leyfa sér að fara á stað, bara að, þú veist, og stór hluti af þessu er bara að mæta ykkur staðar og vera bara opinn. Þú veist, finndu þér eitthvað sem að þú hefur áhuga á, þú veist, þú ert meira en velkomin í kirkjuna, það er ekkert eðlilega gaman að sjá þig og bara Þannig er þetta að segja að þú kemur út af þessum hætti, þannig að láta okkur vita bara þannig að við vitum. Það væri cool. Það væri skemmtilegt. Svona, the pod sent me. Það væri gott ego moment fyrir okkur. En þarna, eins og ég segi, bara þú veist, bara komdu og þú veist, vertu bara þú sjálfur. Af því þú veist, við höfum öll eitthvað fram að færa. Yep. Og við erum öll áhugaverð á okkur eigin hátt. Og það er bara ein útgáfa af þér. Það er bara einn þú í heiminum og það er ástæði fyrir því og þú hefur eitthvað fram að færa. Og já, bara þú veist, bara let's go.